skora alltaf hjá okkur, þannig að það gekk ekki rosalega vel. En síðar sumarið, þetta næsta sumarana eftir að komin í þetta lið, þá fórum við á mót og það bara gekk allt í lagi. Hinir voru greinilega ekkert mikið betri en við, þannig að við enduðum að við komast í úrslitaleik. Vorum að spila gullið. Og ég bara sáttu við það, eini leikurinn sem ég á æviminni hef spilað gull í fótbolta. Og þetta var ekkert sérstaklega spennandi leikur, allir voru svona stressaðir, þannig að það gerðist ekki neitt og þegar hann búinn þá bara staða 0-0. Og þá framlengt, áfram, 0-0. Og eins og þeir gerðu allavega þá, þáttur við bara 10 ára strákar, þá var það ok, þá bara fullur leiktími búinn, framlenging, þá fyrir við bara beint í vítaspyrnukeppni. 5 vítaspyrnur á hvort lið. Og þjálfarinn sem hét Magga, hún kom að tala við mig, spurði hvort ég vildi ekki taka vítaspyrnu. Og ég sagði nei, ég ætla ekki að taka vítaspyrnu, ég spila í vörn og ég kann ekkert að skjóta. Þannig að hún sagði allt í lagi. Og vítaspyrnukeppni byrjaði, 5 spyrnur á hvort lið. 1-0, 1-1, framhjá, 1-2, framhjá, 2, 3, endaði vítaspyrnukeppni maður. Komið bráðabanni, veit ekki hvað bráðabann þá fá bara hvert lið eina spyrnu og þeir sem geta skorað og hinn ekki, þá þeir búin að vinna. Þannig að þá komið að bráðabanna í úrslitaleiknum. Þá kemur þjálfarinn minn eftir og segir, nei Stefán, við erum bara 7 á vellinum eða eitthvað svona, maður ekki hvað margir, þú verður þá bara að taka spyrnu. Þannig að það bara markmanni sem eftir eða eitthvað. Þannig svona, ok, ég skal bara taka spyrnuna þá, vill ekki taka hana neitt. Og hinn strákurinn og hinn liðinu skýtur fyrst, og hann skorar þetta fína mark. Og síðan kem ég og ég á að skjóta. Ég búinn að segja henni, ég vildi ekki taka þessa spyrnu. Þannig ég kem og skýt maður og lengst framhjá og yfir í leiðinni, sko. Og þá leikurinn búinn og hinnir fá gullið og við fáum svona þennan bitra silfurpenning. Og ég man eftir því að sumir strákarnir, eftir að væri honum stórir og stæðir, sko, þá voru alveg tár sem að láku úr augum þeirra yfir að hafa mistað þessu tækifæri að vinna gullið á haustmóti fyrir D-lið Fjölnis. En þetta var svona, ég hætti að æfa stutt eftir þetta var ekki beint þessi lág fyrir mig. En þráttur ég hafi klúðrað leiknum, þá leið mér aldrei neitt eitthvað ógurlega illa yfir þessu, því að ég meina ég var bara beðinn að gera það sem og gæti ekki komist fram hjá því og ég gerði smá mistök, þá það allt í lagi. Það bara virkar þannig. Það gengur ekki alltaf hjá manni, allt sem maður vill. Og lífið alveg í fínu lagi og ég góður. Það bara þannig. En það einmitt þannig að eins og ég mun kannski ekki mikið koma inn á þann eftir, ég ætla aðeins að fjalla mun koma inn á þetta. Í Biblíunni þá einhverju lýst þannig að þessi í Biblíunni ákveðið hugtak sem heitir hamartia sem lýst þannig að þú setur að reyna að gera eitthvað en þú skýtur framhjá. Það ein skilgreining á því hvað í Biblíunni skilgreint sem synd. Það bara eitthvað sem að missir mark svo fer ekki á sinn stað. Það bara eins og með þetta, stundum gerist það. En takk fyrir söguna og áfram Ísland og verið duglega að ykkur eða ætla að fara í fótbolta. Sérstaklega í vítaspyrnukeppni. Amen. Takk. Gott að geta brosað að þessu því að það engin fullkominn nema Guð og þá það predikun sem næst. Svo hann heldur hérna áfram, gjör svo vel. Já, sælveriði, það svolítið langt síðan ég var hérna síðast, alveg bara margir mánuðir, þráttur að ég að vera hérna nokkuð reglulega, það var bara margt komið upp og verið að gerast og svona. En þegar ég var að predika hérna fyrir jól og eftir jól, þá var ég að taka fyrir svona og predika bara út frá helstu kennisetningum aðventisma og kristinna kirkju. Búin að tala Guð Faðir, Guð Son og Guð Heilagan Anda og þrenningu og annað slíkt. Og nú ég komin á þann stað sem ég fjallaði eðli mannsins. Og það hljóma mér fyrirlega, akkur að tala eðli manns. Það hljóma mjög sérkennilega kannski. En það hefur að gera bara með stöðu mannsins gagnvart Guði og við munum sjá það. Ég ætla bara að fara í fyrstu kaflana í ritningunni og aðeins kíkja á það.
en meira og meir þá hafa bæði, hvort sem þú ert mjög íhaldsamur eða ekki fræðimaður, þá lítum við í fyrstu kafla Biblíunnar til þess að sjá og skilgreina hina kaflana út frá því að það sé settur grunnurinn af bara hver maðurinn og hvar hann stendur gagnvart Guði, hvernig sem maður tekur því. Og ég ætla að byrja á því að líta bara á fyrsta kaflan í, þetta virkir hjá mér hérna. Já, ég ætla bara aðeins að lesa, ég þurfum ekki að lesa þetta, bara svo ég sjáu hvað ég er að fara í gegnum. Karl og kona voru sköpuð í Guðs mynd, hvort með sitt einstaklingaseðli og hæfileika og frelsi til að hugsa og framkvæma. Þóttu að voru sköpuð frjáls, voru þau hvort þessu óaðskiljanlega eining, líkama, hugur og anda og háð Guði líf og allt annað. Og þegar þau óhlunnuðust Guði afneituðu þau því að þau voru háð og féllu úr henni stuð hjá Guði. En mynd Guðs í þeim saurgaðist og hurðu undirorpin dauðanum. Neyða þeirra gjalda þess fallna eðlis og afleiðinga þess. Þeir eru faddir með veilur og tilhneigingar til ills og þetta dottið út. En í Kristi sætti Guð heiminn við sig og með anda sínum endurnýja mynd skapar hans í iðrandi dauðlegum mönnum. Þeir eru skapaði Guð til dýrðar og kallaði til elskan og hver annan og annast umhverfi sitt. Þetta er mjög svona, já, þegar verið að skrifa einhver svona kenningarlegan texta þá hvert orð pælt í, þannig að verði mjög óþjáll. Ég ætla bara aðeins að sjá og líta og skoða þetta út frá nokkrum versum sem við höfum. Í fyrstu Mósebók, eftir að það er sagt frá sköpun jarðarinnar og sköpun hins og þess, þá kemur í 27. versi, þá sagði Guð, við viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Strax í fyrsta kafla Biblíunnar sjáum við að það sjáum hinn þríeina Guð skapa manninn í sinni mynd, kemur hann að látum oss skapa manninn í vorri mynd. En það er merkilegt að það fyrsta sem er sagt eðli mannsins í þessu fyrir utan það að maðurinn er ekki mistök eða óhapp, heldur sagður hann gerður í mynd Guðs, hann sker sig frá hinum verunum og ólíku þeim. En í sköpunarsögunni í fyrsta kafla Biblíunnar maðurinn svona kórana þess sem kemur og hann skapaður í Guðs mynd, fær yfirráð yfir jörðinni og dýrum þess. Þannig að maðurinn gerður til þess að passa upp á náttúruna, ekki rústinni, heldur samt að hugsa hana fallega. En hvað það sem felst í því að vera skapaður í Guðs mynd og þegar sagt að maðurinn sé skapaður í Guðs mynd? Ef við förum ekki lengra en bara textan sjálfan og sjáum, einhver sem að gefa mig til kynna hér hvað það að vera í Guðs mynd? Því hann segir, við skulum gera manninn eftir okkar mynd, líkan okkur, og síðan skapar hann þau í Guðs mynd og hvað gerir hann? Hann skapar þau karl og konu. Þannig að þú sérð Guðdóminn sjálfan, eða þrenninguna, hvað sem við kalla það, sameinaðan í kærleik í Biblíunni. Hver persóna Guðdómsins lifir ekki fyrir sjálfa sig heldur fyrir aðra. Þannig að þau geta sagt Guð kærleikurinn og kærleikurinn þarf einhvern móttakanda. Og hér segir við skulum skapa manninn eins og við og hann skapar þau mann og konu sem eru í samfélagi. Og síðan með þess að sagt, þegar aðeins sagt nána frá þessu öðrum kafla, þá sagt eftir að maðurinn gerður, það ekki gott að maðurinn sé einn, við skulum gefa honum eitthvað svona meðhjálp við hæfi, fá einhvern sem passar við hann. Ef að maðurinn skapaður til þess að endurspegla kærleika Guðs til annara, þá það náttúrulega best gert í sambandi. Ef ég bara einn og alein, þá mjög auðvelt fyrir mig að vera bara sjálfsöskur, það ekki eins og auðvelt fyrir mig að rækta kærleika til einhvers. En alveg eins og Guð sagði látum oss skapa, þá gerðan manninn sem svona samfélagsveru. Hann gerði þau kall og hann gerði þau konu. Hann gerði ekki bara einstakling til þess að lifa og hugsa sjálfa sig, heldur var það í svona tengslum við samfélag. Og ef við erum sköpuð til að endurspegla kærleika Guðs til hvers annars, þá það best gert náttúrulega í sambandi. Og hluti af því að vera skapaður í Guðs mynd einmitt að lifa fyrir aðra
í samböndum, hvort sem það vináttusamband eða hjónaband eða hvað sem og það bara eitt af því sem felst í því þegar við sjáum á eðli mannsins að vera að hann sé gerður fyrir sambönd, fyrir að vera tengdur, ekki fyrir að vera einn og út af fyrir sig algjörlega. Annað sem við sjáum í sögunni þegar við erum að sjá hvað eðli mannsins að maðurinn skapaður frjáls, við erum sköpuð frjáls. Sagan segir þarna í fyrstu köflunum að Guð setti þau í garðinn og þau máttu gera það sem þau vildu, þau áttu að borða hvað sem og fara hvert sem en að láta eitt tré í friði þar sem þau áttu ekki að borða, skilningstré góðs og ills. Þau höfðu samt valið að gera það eða ekki. Valfrelsi samt eina leiðin til þess að þroska svona lyndisengum Guðs í okkur. Biblían segir Guð kærleikur og við eigum að vera sköpuð í hans mynd og endurspegla hann. Það var æðsta markmiðið mitt, eins og Biblían segir Jesú að elska Guð af öllu hjarta og náungan eins og sjálfan sig. Og Guð skapaði þannig með frjálsan vilja, því kærleikurinn ekki sannur ef fólk tilneytt til þess að elska, ekki satt. Ef að ég á konu sem útlendingur, sem ég á konu sem útlendingur, ef ég segi við hann að elska mig ekki, þá skil ég við þig og þú ert send aftur til langt í burtistan. Og hún vill ekki fara til langt í burtistan því það hræðilegt land og það ekkert að volaði fyrir hana. Og hún segir já, ég skal þá bara vera áfram með þér þáttir ég kannski að fara illa með hana. Elskar hún mig þá á einhverjum sérstökum svona fúsum og frjálsum vilja eða hún svona ótta við hvað muni gerast og þá hún í þessu sambandi með mér? Ég myndi segja að væri frekar hún væri með mér að ótta við hvað myndi koma fyrir hana ef hún væri send í burtu, ekki af því að hún elskar mig svo rosalega mikið. Biblían segir að kærleikur og ótti fara ekki saman. Þannig að vera hræddur eða neyddur til að elska einhvern ekki að elska einhvern. Herdís las fyrir okkur úr Jóhannesarbréfi sem segir að ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan því að óttin býst við hegningu, svo sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Til þess að kærleikur geti verið sannur, til þess að hann sé ekta, þá þarf fólk að hafa frelsi og val til þess að elska. Þegar sköpurinn segir að þau hafa verið sett í garðinn ásamt skilningstré og sem þau máttu ekki borða af, þeir máttu borða en þeir áttu ekki en sem ekki gera það, þá tók við áhættu en frelsi greinilega þess virði. Þess vegna skoðanafrelsi og trúfrelsi og svo framvegis svo mikilvægt því að á sér rætur alveg hingað í sögunni. Við vorum gerð til þess að hafa frelsi til að velja, ekki til þess að vera neydd til þess. En eftir söguna falli þá eins og menn hafi mist ákveðin hluta valfrelsisins þegar að löngu mannsins varð svolítið sterklega til þess sem slæmt. En þetta svona eitt sem við sjáum úr þessu að maðurinn gerður til þess að vera í samskiptu, maðurinn gerður til þess að vera frjáls og að velja frjáls. Annað sem mjög merkilegt, kannski gamalt innan okkar safnaðar en meira og meira að vera meðtekið annar staðar og fólk að bera áherslu á það, að þú lítur á sköpunarsöguna í öðrum kafla, þá segir að mótaði drottinn Guð manninn af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans, þannig var maðurinn lifandi vera. Þannig að Guð tekur manninn og blandar saman leir jarðar og anda sínum og þá verður hann lifandi sál. Það ekki að maðurinn sé gerður úr leir og síðan kemur svona lifandi sál inn í hann og líkaminn svona bara eins og vélmenni sem að forritið inn í og síðan fer það bara úr aftur þegar líkaminn búinn. Heldur sálinn eða maðurinn þegar andi Guðs og líkaminn kemur saman. Þannig að það svona heilstætt. Það ekki þessi tvískipting. Holdið sem hér og andi sem að lifi sjálfstætt, heldur það bara saman lifandi sál sem líkami og andi. Eitt af því sem svolítið erfitt að skilgreina enn í dag, allan svo best sem ég veit, hefur að gera með hvernig skilgreiniru líf við sjálft. Við getum rifist það hvort enda megi líf og veltum fyrir okkur algjörlega hvernig það var til, en ekki hægt að skilgreina almennilega lífið sjálft, hvað það hvernig það lítur út.
Við getum kannski sagt munin, já, lifandi maður og deyjandi maður, hjartsláttur og heilabylgjur, stopp og við getum verið með heiladauða og algjöran svona dauða. En get ég skilgreint samt sko lífið, sagt hvað það sem munurinn á því að það maður sem lifandi og hjartað slær í honum en maður sem dáinn. Hvað það sem að kemur inn eða kemur út eða ekki hjá þessu fólki. Það svolítið erfitt. Af því að menn einfaldlega, þeir útskýra meira hvað lífið gerir, það gerir annað líf og það lifandi og hreyfir og efnaskipti en ekki hvað það sjálft ekki hvað það gerir heldur, hvernig það kemur til, af hverju það og svoleiðis. Furðulegt að maður sé með algjör fræði í kringum mannin og líffræðin, þú getur samt ekki algjörlega útskýrt hvað líf sjálft og reynir verið sagt bara þú þarft ekki að útskýra, við höfum það og við erum sátt við það ekki að útskýra hvernig það virkar. Biblían talar lífið sem anda Guðs blásið í holdið, lífsneistin sem fólk fær ekki útskýrt og þannig sé maðurinn lifandi og að maðurinn hafa orðið lifandi sál þegar líkaminn og andi verða að einu, að sálin ekki þessu ódauðlegi sjálfstæði hlutur aðskilin líkaminn og Biblían hefur þá þessa heildrænu mynd af manninum. Líkaminn og huginn og andinn, þau eru eitt, þau eru ekki aðskilið. Það ekki svona velræn nálgun á líkamann að hann sé bara eitthvað sem bilað, heldur sé það tengt við hugan og líðan og hvernig, andinn sé, ekki bara aðskilin hlutir. Og þetta hefur verið alla tíð í Gamla testamentinu og í sérðarleg glitta í það í Nýja testamentinu en eftir að kirkjan var undir svona grískum áhrifum þá gleymdu við þessu og fóru bara að hugsa nei, líkaminn slæmur og andinn góður og það sem að líkamannum ekki gott en hann þarf að vera einhver megin partur fyrir sálina sem svo fjarstætt biblíulegri sýn á hver maðurinn og holdið annað slíkt. Adventistar hafa lengi allavega lagt áherslu á mannin sem heildrænan einstakling, hugi, andi, líkami. Aðal áherslur kirkjunar sjálfrar hafa verið á menntun, hugan og kirkjan og fyrir andan og síðan heilsuboðskapur fyrir líkamann. Og þú sér þetta bara í því hvað það sem að, ef þú lítur einhvers staðar heim, hvað það sem að kirkjan aðventista á. Hún á einhverja skóla, hún á útgáfustarf og kirkjur og síðan hún með spítala og heilsuhæli. Því að vera mennskur ekki bara eitthvað einþætt, heldur það margþætt og þetta kannski tekur ekkit allavega þessa þrjá þætti, hugi, andi og líkami, þáttur að síðan fullt af öðrum þáttum sem líka félagslegt og alls konar. En það allavega þessi heildræna sýn á mannin. Hann ekki einhliða svona eða einhver skipting þannig á milli. Í fyrstu köflunum sjáum við líka svolítið annað. Ég ætla að taka hérna sálmabók. Við syngjum oft sálma. Ég ætla að taka hérna dæmi. Það sálmur sem heitir Vorn heim á Herran Guð. Ég veit ekki hvort þið kannist við hann. Vorn heim á Herran Guð, hann heyrir nem ég söng, öll sköpun syngur og allt kring hann ómar dægrin löng. Vorn heim á Herran Guð, það hugasjónum bert, á hömrum ám og himnum trjám fékk höndans undur gert. Vorn heim á Herran Guð, heyr vangjasöngvaran, hver morgun rós og liljan ljós hér, lofar skaparan. Vorn heim á Herran Guð, því hans nálægð skýr í grasi smá hann gengur hjá og geislar að þeim stýrð. Það oft sagt og við segjum að þú getur séð kærleika eða dýrð Guðs bara þú lítur á náttúruna og sér undurverkin sem hann hefur gert þar og við syngjum við það til dæmis hér. En það samt svona bara hálf sagan, ekki satt. En þann dag í dag sýnir náttúran dýrð Guðs en hún sýnir líka að sé eitthvað meira háttar að. Ég get séð góðvild Guðs þegar ég sit og horfa á fagurt stöðu vatn og hlusta á lækjarið og hugsa bara hversu háð ég vatninu og náttúrunum til lífs og hvernig þetta fer allt í einhver hring og já, æðislegt. En ég get líka síðan bara litið til hægri og síðan sé ég litlu kirsuna mína sem sæta mala og síðan allt í hennu stekkur hún og tekur einhvern tekur einhvern fugl og rífur á hann hausinn og fyrir að éta hann. Ekki alveg eins fallegt en þetta samt í náttúrunni.
eða ég lít á litlu dýrin sem að eiga afkvæmi sín og síðan allt í einu faraði að borða einhver eða ég eitthvað, þetta var fallegt en allt í einu var þetta mjög ljótt, mjög snöggt. Það er eins og náttúran segir við tala út bæði munnveikin og segir tvær mismunandi sögur, annað sem fallega og hina sem frekar ófalleg. En það segir Páll í Rómverjabréfinu að hann svo öll sköpunin stinji og hún sé í ánauð undir því sem að gerast. Það sem Biblían hefur að segja eðli fallsins manns er að það sé eitthvað að. Það sé blanda af hinu fagra og göfuga og eitthvað sem er ekki, eitthvað sem er slæmt, eitthvað sem er vont. Biblía talar það sem syndugt eðli. Og ef þú lest, að mínu mati, þegar þú lest bara söguna í þriðju Mósebók, það talaði fallið og maðurinn hafi fallið í synd og afleiðingar þess og síðan sérðu strax að Kain drepur Abel og síðan tekur ekki langa tíma þá að bara sagan er ekki lengur orðin sérstaklega falleg, hún byrjar rosalega vel, fyrstu 2 kaflanir, allt fallegt og síðan lítur til hliðar og það er eitthvað svona, þetta var frekar fljótt að vera svolítið ljótt. En sú hugmynd innan kristindómsins að það sé eðli mannsins hafi tilhneigingu til einhvers slæms og það sé til eitthvað sem heitir synd. Að mínu mati hefur það bara reynda verið lengi, ein auðtrúverðasta kenning reikningarinnar. Við höfum hugmyndir eins og er Guð til, get ég sýnt fram á það, get ég sýnt fram á að Jesú Kristur hafi risið upp frá dauðum, eða Jesú Kristur hafi dáið á krossi og það sé til fyrirgefning þess vegna, eða það sé til englar og annað slíkt. Ég get trúað í og það er þetta að benda á eitthvað, en sumt er svona auðtrúverðuverðar en annað, en þegar kemur að eðli mannsins, þá finnst mér það svo auðsjáanlegt að maðurinn hafi tilhneigingu til þess að gera slæmt. Ef maður segir nei, þá þarf maður ekki annað en að kveikja á fréttum eða að lesa einhverja bók sem hefur eitthvað sögulegt í gangi, að þú sérð að saga mannsins er oft bara saga volæðis og saga ofbeldis. Bæði heimspekingar og guðfræðingar hafa lengi velt fyrir sig eðli mannsins og séð, það er eitthvað illska í manninum sem er aðal vandamál mannana, hvort sem þú tekur Guð með þér í myndin eða ekki. Og að maðurinn sé svona frá hverju sjálfum sér og lifi ekki alveg í samræmi við sjálfan sig. Og fólk ekki alveg vist hversu stórt vandamáli er og það gefur svona mismunandi meðöl. Sumir segja greininguna, þetta er bara fáviska. Ég ávísa bara menntun á þetta sem lausn á vandamálinu. Aðrir segja nei, þetta er út af kúgun sem þetta er og við verum að ávísa réttlæti og þá verður lausn á vandamálunum. Og sumir líta bara heiminn og vera daprir og segja það er ekki hægt, þetta er bara ómögulegt, þetta mun alltaf vera svona. Við erum bara gerðir til þess að hremma hvort annað og það er bara náttúrunnar vegur. En hver sem greiningin er, þá nær hún aldrei almennilega á rót vandans. Vandinn er ekki bara að sé eitthvað fáfræði, við erum bara að mennta fólk betur og það er bara að læra. Heldur er það líka að maðurinn hefur bara eitthvað sem er sjálfsælska og stolt og þú mentar það ekki í burtu svo auðveldlega. Maldið er ekki bara það er einhver hópar sem eru kúaðir því að við höfum séð það í sögunni. Fólk sem er kúað og kemst undan kúun og kemst í sömu stöðu þá fer það sem bara kúa annað fólk. Af því að vandamálið er ekki bara það er kúað heldur er, að spilling líka einhver megin sem kemur inn í myndina. Þú getur frætt mannin endalaust en það er samt ekki að fólk verið ósært eitthvað gott. Þú getur barist gegn kúgun og þetta er allt gott en það er samt ekki fyrir fólki sem var kúað ósært bara að veita út réttlæti. Biblían talar í Nýja testamentinu leyndardóm lögleysunnar eða leyndardóm illskunnar, að maðurinn lifi lífi sínu sem er honum ekki til góðs og frá sköpunarsögunni og jafnvel fyrir hana, ef þú tekur stóru sögu Biblíunnar, fyrir hana á himnum, setjum Biblían fram þá mynd að fólk velji að lifa gegn Guði, gegn hvort öðru og gegn sköpun Guðs og jafnvel stundum gegn okkur sjálf. Hvernig getur það verið? Tökum dæmi sem með fíkilinn, hann er einstaklingur sem tekur inn efni sem að veita mun skaða sig kannski og að veita að gæti drepi svo endanum en fyrst er hann bara að prófa og fikta og hann hefur val. Og hann gerir þetta frjálsum vilja, einhverjum þetta vegna og skýranlega, þá bara endar hann í ruglu í fíkninni og eitthvað sem byrjaði sem val endar sem vani og fíkn.
og vaninn verður svona þrælahald sem ekki er hægt að brjóta nema eins og þegar fólk er komið í þrot og fer í svona 12 prógram og segir það er bara með æðri mátt sem ég næ að brjóta þetta því annars kemst ég ekki út úr þessu. Ritningin talar að mannkynið hafi álíka vana eða hvað sem við kalla eins og synd. Því eftir paradísar missin sjáum við mannin í uppreisn gegn Guði og síðan bara beint á flótta hjá honum. Og í sögunni þá er eins og maðurinn hafi val en síðan var það að vana og við fæðumst síðan bara í ófullkominn heim þar sem hver kynslóð eftir aðra hefur gert slæma valkosti og slæma vana sem hafa orðið svona samofnir bara fólkinu og menningunni og það tekur okkur ekki langan tíma að læra af umhverfinu strax og við komum í það fyrir utan bara tilhneiginguna sem við höfum af sjálfsösku þegar við erum fædd. En þó að heimurinn hafi það sem við segjum að sé breyskleiki og synd, þá er hún sé algeng, þá talar Biblían ekki að hún sé eðlileg og þetta sé eigi að vera svona. Sumar heimsmyndir segja, nei, þetta er rétt, við þurfum gott og slæmt, það vegur á móti hvort öðru og án hins væri hitt ekki til. En Biblían talar ekki svona, hún talar að þú getur haft annað án hins. Og eiginlega segir hún sko að illskuna getur bara skilgreint út frá góðvild og hún þarf á henni að halda til þess að vera til staðar. Þannig að illskan getur ekki staðið ein og sér, hún er bara með þegar til eitthvað sem er gott. En góðvildin, hún getur staðið alveg ein og sér án þess að vera eitthvað tengt einhverju illsku. Og ef þið skiljið ekki alveg, skal ég taka dæmi. Þegar ég segi einhverja lygi, þá segi ég oftast ekki 100% lygi, bara algjört rugl. Heldur segi ég 98% satt og 2% lygi því annars myndur aldrei trúa mér, ekki satt. Þegar ég gef rottueitur þá er þetta 99% matur og 1% eitur. Ég myndi láta bara eitthvað hreint eitur, þá myndi enginn borða það. Því að hún væri ekki sérstaklega listugt. En þú þarft enga lygi til þess að segja sem er satt. Sannleikurinn er ekki háðið því sem er rangt. Og í góða þannig sé ekki háðinu vonda, það getur staðið eitt og sér. Alveg eins og bara hreysti sem ég fræ frá Guði, ég get notað til þess að vinna og gera gott, en þegar ég bara notað til þess að kyrkja einhvern til dauða, þá er ég að nota Guðsgefið rist og heilbrigði sem er gott bara á slæman hátt. Þannig lifir í illavinu góða, en í góða getur alveg lifa án hins illa. Þannig að þegar það kemur svona sú hugmyndin með mannin að það sé svona, eins og við sér því öðrum svona heimsíkjum að þetta hangi allt svona saman og sé í einhverjum endalaus svona jafnvægi við hvort annað, þá segir Biblían nei, þetta er því miður, þetta er ekki eðlilegt þrátt ef þetta sé til staðar, en það getur alveg staðið eitt og sér góðvildin, en það nær Biblían frá upphafi, frá því að allt er æðislegt og síðan stór saga hvernig hlutinni fara illa og síðan endar hún aftur á því, ok, skulum prófa þetta aftur eins og þetta var í upphafi, frá einn til einn. En já, alveg eins og að syndin kom í heiminn fyrir einn mann til allra manna sem við lesum í þessu hér. Ekki bara fara í það, ég ætla að lesa nokkur vers í 3. kafla. Í 3. kafla Mósebók þá segir höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinn sem drottinn Guð hafði gjört og hann mælti við konuna: er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldingarðinum? Þá sagði konan við höggorminn: nei, af ávöxtum trján í aldingarðinum megum við eta, en af ávexti trésins sem stendur í miðjum garðinum, af honum sagði konan megið ekki eta, ekki snerta, hann ella munið þið deyja. Þá sagði höggorminn við konuna: nei, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafn skjótt og þið etið af honum, þá munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. En ef konan sá að tréð var gott að eta, fagurt á að líta, girnilegt til fróðleiks, þá tók hún af og át, ávexti þess og át og gaf einni mannum sínum sem með henni var, og hann át og þá lukust upp augu þeirra beggja og þau urðu svör að þau voru nakin og festu saman fíkjuviðarblöð og gjörðu sér mittis skýlur. Athyglisvert að þegar í þessum samræðum, það sem að höggormurinn fær hann til þess að gera er að efast Guðs orð, sagði hann virkilega þetta? Að efast að Guð meini það sem hann segi? Nei, myndi ekki vissulega deyja. Og síðan efast að Guð hafi svona góðan ásetning?
Hann bara að reyna að halda frá þér einhverju góðu. Og Eva, eftir hún heyrir þetta, þá kemst hún þeirri niðurstöðu, ok, kannski Guð ekki treystandi. Hún ákvað að fylgja eigin vilja og áður en hún hefur eitthvað innra með henni gerst. Hún hefur beðið Guð að láta sig í friði og hún vissi betur hvað væri henni til góðs og valdi sinn vilja yfir vilja Guðs og sett sig sjálf í hásætið og fókuserað á sig en ekki Guð. Og það hér, ef þið að taka hennan texta og skoða hann, sem þú sér svona eðli syndarinnar. Eins og einn höfundur segir, George Knight, syndin, hún eiginlega bara eins og kærleikur. Hvað meinarðu? Eva elskaði sig og sína eigin þrá meira en hún elskaði Guð og vilja sinn. Þannig að syndin svona með stóru essi eins og kærleikur sem fókuserað á rangan hlut. Að elska eitthvað meira en Guð og að fókusa kærleikin á eitthvað rangt. Og því fylgja ákveðnir afleiðingar. Syndin með litlu essi sem þú vilt. Eitthvað sem þú gerir og hitt og þetta sem að verður afleiðinga því sem slæmt. Og Jesús sjálfur kenndi þetta í fjallræðinu þegar hann í 5. og 7. kafla Mattheusar guðspjall, hann segir þegar við heyrt talað lögmálið og það sé þú mátt ekki gera þetta hérna, ekki drífa hór. Þessi verknaður hann segja nei, það ekki bara þessi litlu verk sem þú gjörir sem eru vandamáli, heldur þetta vandamál sem stærra en það. Það viðhorfið sem býr í hjartanu, ekki bara eitt verk sem þú gerir. Því að fyrsta Jóhannesarbréf segir að syndin sé lögmálsbrot og við notum það sem skilgreininguna, en hún svona nær kannski yfir afleiðingu þess og hvað þú gerir, en það eitthvað sem ennþá dýpra en það líka. Þegar syndin meir en bara einhver svona ótengdar litlar syndir og dót sem þú drýgir hér og þar. Það eitthvað afl sem drottnar yfir okkur og heldur okkur frá því að vera það sem við ættum að vera. Og leiðin til þess að losna undan henni ekki bara ef ég hætti að gera nógu marga slæma hluti, þá búm ég orðinn æðislegur, heldur aðeins kannski dýpri hugmynd en það. Þannig að fólk kannski með, ég þarf ekki gera þetta, ekki gera hitt og ekki gera þetta, því að það sko syndin, heldur er það meira en það. Því að svona grunnhugmynd synd leiðir til svona grunnar hugmyndar frelsun. Því að syndin bara eitt verk sem ég geri, þá hætti ég bara að gera það og þá ég hann fullkominn og góður og syndlaus og þá þarf ég einmitt að leggja mikla áherslu á að hætta öllu þessu hérna svo ég geti orðið algjörlega bara fullkominn hér og nú. Og rangar hugmyndin einmitt fullkomnin í adventisma byggja á lélegum grunni hugmynda bara eðli mannsins og hvað synd Því að leiðin til losnandi synd einmitt algjör breyting, ekki bara að ég hætti og gera ekki hitt og þetta og sem allt verk Jesú Krist. En ég það nú bara kannski stökkva aðeins yfir svo ég haldi ykkur inn á of lengi. Mér fannst það gott, ég tók þetta með. Ef aðeins að væri til illt fólk einhvers staðar, svona lævíslega gerði sín illu verk og það verið nóg bara að aðskilja það frá restin af okkur, afsakið vantar og eyða þeim. En lína milli góðs og víls sem fer í gegnum hjarta hvers manns og hver viljugur til þess að eyða hluta hjarta síns. Það svo auðvelt einmitt að gera vondi kallinn og góðu kallinn þegar það rennur kannski í hjarta sérhvers manns að það sé ekki eins auðvelt að losa það út eins og þetta. Það segir líka í sögunni að eftir fallið að segir að mynd Guðs hafa einhvern hátt saurgast í okkur. Ég heyrði tíðinni í aldingarðinum og ég var hræddur því ég var nakin og ég faldi mig, sagði maðurinn þegar Guð nálgaðist hann. Því að fyrsta sem við sjáum eftir fallið einmitt að það einhver sambandsslit sem eiga sér stað. Maðurinn fyrir að fela sig frá Guði og sambandi við hann rofnað. Parið sjálft fyrir að rífast og synið að endast á að drepa hvern annan, drepa ekki hvern annan, annar drepur hinn, þannig að samband mannanna rofnar. Maðurinn trúði ekki Guði, óhlýnaði og útkoma brostin sambönd og aðskilnaði Guðs og manna og jafnvel bara manna og sjálfra á milli. Ef eitt af lykilatriðum þess að vera gerður í mynd Guðs að vera skapaði fyrir sambönd, þá fylgir líka að mynd Guðs í manninum rofnar á einhvern hátt og þá veldur það vesen í samskiptum fólks sem að sést svo greinilega í textanum. Kemur skömm fram, þau fela sig fyrir hvort öðru, fyrir Guði. Það sem var æðislegt og fallegt ekki lengur eins æðislegt
og þau sjá að það kemur einhver svona ótti inn í samband þeirra, ekki hreinn kærleikur heldur annars myndi ekki vera að fela sig. Og að þau skuli kenna öðrum í staðinn en að axla ábyrgð sjálf. Þetta er konun að kenna, hún gaf mér að éta, nei, þetta er þessum höggurum að kenna, hann sagði mér að gera þetta, sýnir strax einn djúpasta vandan sem snýst mig og sjálfselskuna. Ef það er eitthvað sem einkennir mannin við og eftirfallið, þá það sjálfselskan, að kenna öðrum til þess að redda sér Og því ég tala sjálfselskuna, þá ekki að tala það sama og að hugsa eigin veljiðan, elska sig, bera viðringu fyrir sig, halda með sér eða svona sjálfstyrking. Það allt gott að blessa. En sjálfselskan sem ég tala við, hún svona akkurat þveröfugt við kærleikann sem leita til þess að gera gott fyrir aðra og lifa fyrir aðra. Og þegar þeim bent úr Eden, þá þolaði ekki verið návist Guðs og fela sig fyrir dýrð hans, af því að þau get ekki borið það. Höggormurinn sagði við þau, vissulega munið ekki deyja, og margir halda því fram að hann hafi haft rétt fyrir sér, ekki satt, ekki dóðu þau strax í sögunni, en fólk býst við að þau hefðu átt að drepast á staðnum, af því að eins og þau var að borða eitthvað eitur, en strax og þau fóru út, þá segir sagan, þá byrjaði dauðinn að koma. Þau voru núna ódauðleg, þau höfðu ekki ódauðlega lengur, en það tala Biblían fólki sem dauðlega verur. En mynd Guðs, það ekki svona við algjörlega eitthvað tortímst úr manninum, en hún marðist. Maðurinn hefur ennþá mikla virðingu í sér og hann ennþá notað sem erindreka Guðs á jörð ef hann vill, en einhverju hluta vegna þá eru börnin sem að koma næst meira kannski í líkingu við foreldrana heldur en að vera í líkingu og mynd Guðs sjálfs. Og hér ætlaði ég kannski að eyða einhverjum tíma og aðalega að fara hér, en ég ætla bara að fara snögglega yfir. Því að hvað þýðir það þegar við talaðum hana fremst að maðurinn fæðist með veilur eða tilhneigingu til ills? Eðli mannsins arfur sem hann fær frá foreldrum sínum, þetta einhver bara lærð hegðun? Rómverjabréfið segir að syndin kom í heimi fyrir einn mann og dauðinn fyrir syndina og þannig dauðinn runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Kannski skiptir það ekki máli beint ef það samblanda báðu, við lærum sér börn á því sem við sjáum, en samþóttu hefðum fullkomna æðislega foreldra sem væru bara, ég veit ekki, englar eða eitthvað, þá hefðu þið samt tilhneigingu til þess að hugsa svona með sjálfselskuna fyrir utan það. Það til, bara fyrst ég að tala þetta, hugtak sem að heitir, ekki frumsynd á íslensku, og sumar kirkjudeildir kenna vegna þess að syndað foreldrana þá fæðast börnin með sekt og þess vegna þarf það að skýra þau strax eða þau eru að fara að deyja svo þau fari ekki til helvítis, af því að þau fæðast sek, sem að Biblían nefnir ekki beint. Hún segir, jú, þau fæðast í sama heim og þau fæðast kannski eins, en það ekki eins og þau fæðist þau sé að borga eitthvað fyrir það sem að foreldrar þeirra gerðu. Hver maður ábyrgur fyrir sínu lífi og fyrir sínum gjörðum, ekki börn hans, segir ritningin sjálf. En máli var að börn Adams líktust kannski honum frekur heldur en Guði. En sumum finnst það, fyrst að Biblían segir að allir menn séu fæddir í þennan heim svona og allir menn hafi syndgað og taki þátt í hvenær sem þá segir, og Biblían talar það út af þessu sem það vandi. Það hér sem vandi. Heimurinn sem ég vildi hafa, segir Guð, sem átti að vera góður og fullkominn og æðislegt. Það komið vesen og í staðinn fyrir að lifa fyrir hvern annan, þá eru menn að tortíma hver öðrum og syndin kom í heiminn og laun hennar eru að við munum að endum deyja. Fólki finnst það förulegt. Við hef tilhneigingu til einhver sem eðlilegs. Á ég að líða illa yfir því? Á ég að hljóta einhvern dauðasekt fyrir það? Nei. Við höfum ekki að neita okkur eitthvað sem eðlilegt, held ég að Biblían segir. En hvað eðlilegt? Syndin eðlileg? Hún algeng en ekki eðlileg, það að segja normal. Það svo mismunandi bara eftir hvað stundum hvað telst eðlilegt, ekki satt?